Þá komum fjórðalið á dagskrá síðubraut deiliskipulagsbreyting vegna smáhýsa til máls tekur bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komin á dagskrá liður 10 í fundargerð skipulagsráðs dagsettur 9. apríl 2025. En þá var lögð fram drög að deiliskipulagsbreytingu fyrir græn hól athafnasvæði sem felur í sér að deiliskipulagssvæði stækkar og útbúin ný lóð fyrir húsnæði fyrir heimilislaust fólk með fjölþættan vanda. Þar sem umrætt svæði í aðalskipulagi skilgreint sem íbúðasvæði leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi tillaga að breytingu á deiliskipulagi verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. En til upplýsinga þá þetta fyrsta lóðin af 5 sem verið að undirbúa fyrir húsnæði fyrir fólk með fjölþættan vanda. En ekki ljóst í dag hvar verður hafist handa við að byggja, heldur viljum við vera klár með þessar 5 lóðir bara upp á framtíðina, og upp á aðrar byggingar í kring, þannig að svona á næstunni ætti að koma í ljós hvar verður hafist handa. Til að þessi hér komin til umræðu og afgreiðslu. Og hefur bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir lokið máli sínu og orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjörg Jósefsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara fagna því að þessi tillaga að deiliskipulagsbreytingu sé komin hér til umræðu og afgreiðslu. Ég tel að stefna Akureyrarbæjar í málefnum fólks sem heimilislaust með fjölþættan vanda sé virkilega góð. Það gríðarlega mikilvægt að við vinnum með þá stefnu að sem á ensku kallast housing first, að fólk fái húsnæði og ég held að við séum á mjög góðri vegferð hvað þetta varðar. Bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjörg Jósefsdóttir lokið máli sínu, næst tekur máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, ég tek bara undir orð bæjarfulltrúa Jönu, það sé mjög gleðilegt að við séum að huga þessu málum og til framtíðar og með fleiri en eitt svæði undir, en í umræðum sem ég hef tekið þátt í bara inn í skipulagsráði sem dæmi og ég veit inn velferðarráð þá hefur ekkert verið talað einhverja forgangsröðun á svæðum, en ég ger það ráð fyrir að þetta sé númer 1 fyrst að við erum komin hingað með þetta svæði og ég veit ekki hvort þetta hefði endilega verið mitt fyrsta val, mér finnst þetta verið kannski komið dálítið svona út fyrir kannski miðsvæðið, en ef að við ætlum að koma þessu fólki sem víðsvegar bæinn og hafa minni einingar hér og þar, að þá má kannski segja að þetta sé ágætur einn staður fyrir það, en pælingi hjá mér var bara að þá verið að fara í að fjarlægja þau gömlu útihús og það sem eru þarna nú fyrir, þannig að þetta verði ekki bara einhvers konar þyrping af þá einhvernum gömlum húsum og eins og við séum að koma kannski pínu fyrir á einhverju svona pínu rustsvæði, þannig að við þurfum þá að vanda það vel og ég sá alltaf fyrir mér að frábær staður sem við tölum alltaf fyrst sem væri móti Réttarhvammi, bara í nágrenni þarna við mig og fannst það góður staður. Að því mér finnst við þurfum líka kannski að pæla ef við ætlum að hafa bara svona 2 og 2 hús, að það væri líka ágætt að finna bara staði þar sem að við erum ekki með byggingaland, við sem að nota svona græn svæði sem við ætlum ekki að nýta annað, eins og við vorum líka að tala efst í Lækjagilinu, að því nú ætlum við að fara að setja þetta á svæði íbúðsvæði sem að eftir að skipuleggja sem við þurfum þá að skipuleggja í kring. Að því að þetta var runni eina svæði sem að þannig af þessum stöðum sem ræddi, að því að yfirleitt var þetta þá bara á svona bleðlum hér og þar sem að á grónum svæðum. Þannig að en ef að þetta besta lausnin til að koma þessu hratt upp að þá styðji hana. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu, ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnin og gefa mér orðið. Málstjóri bæjarfulltrúi Hanna Björk Freyðsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, rétt að því að bæjarfulltrúi Sunna Hlín spyr og gerir einhvers konar athugasemdum að þetta svæði sé fyrst á dagskrá, þá það aðalega vegna þess að það tilbúið, það
aðalskipulag gerir ráð fyrir íbúðarhúsnæði og það bara komið lengra í ferlinu. Það hefur ekkert að segja með það þá ennþá eftir að taka ákvörðun það innan velferðarsviðs, hvar verður hafist handa og hvaða svæði verður svo á endanum fyrst, skulum við segja. Þannig að núna erum við bara að reyna að klára skipulagi og það bara okkar verkefni, það að segja skipulagssviðs og skipulagsráðs og komaði hér í gegnum bæjarstjórn. Helst myndu við bara vilja að þetta lægi allt á lager og svo geti þá bara velferðarsvið á hverjum tíma fundið út úr hver best að byrja. Bæjarfulltrúar Halla Björk Reynisdóttir, gefin aftur stjórn á fundinum. Takk fyrir það. Orðið er laust. Það er fleira að gefa hvað sér hljóðsvið sem geta samþykkt, gefið merki. Það er öll.